Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir það og leyfir mér að tala í dag og umfram allt dvelja hjá þér í dag, Drottinn Jesús minn, og hjálpaði mér til að opna þér leiðirnar, Drottinn Jesús minn, og ég geri mitt til að þær gangi hindrunarlaust fram, Drottinn Jesús minn. Hjálpa okkur öllum til að vera góð ilmur þinn í dag, Drottinn Jesús minn, og horfa umfram allt annað á þig og sleppa öllu öðru, Drottinn Jesús minn, og muna að tíminn með þér gefur okkur tíma til alls annars sem við þurfum að gera fyrir okkar eigið líf þegar á þarf að halda, Drottinn Jesús minn. Því að þú ert verðugur til að sjá svo að allt fari eins og það á að fara og verk unnin sem eiga að vinna, Drottinn Jesús minn. Hjálpa okkur líka til að muna eftir því störfum okkar á akri þínum í þágu Guðs ríkisins og jörðu, Drottinn Jesús minn. Í þínu heilaga nafni. Amen. Góðan dag, kæru vinir, og við bjóðum ykkur velkomin á stundina. Við erum hér til þess að heyra hvað Drottinn hefur að segja. Við erum ekki hér endilega til þess að afla okkur frétta hvað er að gerast í samfélaginu. Við höfum annan vettvang til þess sem er nú aldeilis sprækur og fjörugur við að segja já, oft stundum ekki neitt, en samt alveg helling, imbra og stagla á fréttum sem ekki eru nú mikið fyrir að byggja okkur upp, en þetta dæla menn út sýnt og heilagt og eiga ekki nógu marga klukkutíma í til að segja allt sem þeir vilja. Allt vegna þess að hjarta mannsins sem þessu stjórna er með þessum hætti, því að frá hjartanum mælir munnurinn og það sést alveg hvað er í þessum hjörtum sem að tala út, já, eitthvað sem er nú ekki mikið fyrir það að byggja upp og getur eðli málsins samkvæmt ekki byggt nokkurn hlut upp. Þetta eru ekki uppbyggjandi, uppörvandi skilaboð, en þetta gerist vegna þess að maðurinn, hvort sem ég eða þú, talar út frá því sem í hjarta hans býr. Þangi allur og verk og hugmyndir og annað byggir fyrst og fremst á því hvað í hjarta manns býr. Sé þar saurugar hugsanir, þá koma þær þetta fram munn. Því að nóg er af slíku frétta efni fyrir menn og konur sem eru á þeim vettvangi. Allt kemur þetta út munnin vegna þess að hjartað er tengt þessu. En það er ekki það sem við erum að boða hér. Við viljum ekki að hjartað sé tengt slíku óefni, ef svo má orðið kveða, heldur hinu lifandi Guði sem framleiðir og framber það sem má til góðs verða í sannleika. Já, það er þetta að bera fram gott í sannleika. Og ef þú vilt vera tryggur þar og traustur, þá berðu fram Guðs orð. En það gerir enginn nema hann og hún sem hefur lifandi Guðs til að gera slíkt. Og áður en að því kemur, áður en að nokkur byrjun getur orðið þar, það er fyrst að gerast eitt, jú, þú færð að gjöf heilagan anda og í honum, í þessum anda, ertu að frambera það sem Drottinn vill að þú framberir fyrir sig. Og trúin ýtir undir þetta og styður við þetta og treystir það í þér sem að færi til þess að horfa til Drottins og þú segir við sjálfan þig og ert orðinn sannfærður að þetta sé vettvangurinn sem þurfi að heyrast. Þetta er mótvægi við þessar fréttir innan svega og gæsalappa sem verið að dæla yfir fólk, syngt og heilagt, en eru bara óhroði mikið af þessu. Og í raun og veru myndi fátt gerast þó þetta heyrðist ekki margt af þessu sem verið að heyra dæla út, sem eru ekkert annað en kvartanir manna í garð náungans, ákærur og kvartanir.
Mikið af þessu er nú að þeim toga spunnið, ekki uppbyggilegt. Og hver svo sem viðurkennir það ekki. Meira þess að heimurinn, fólki í heiminum margt hvert, tekur eftir þessu og svona hristir höfuð yfir þessu. En hefur svo kannski engin önnur svör vegna þess að það á ekki til það sem að ég og þú eigum, við eigum heilagan anda. Hann er gjöf. Þú hefur fengið gjöf. Hver gaf þér gjöfina? Einhver vinur. Og hver er þinn hlutur og partur í þessari gjöf? Hann er engin. Vegna þess að þetta er gjöf. Minn partur í gjöf heilags anda, þó ég sé með hann í dag, hann er engin. Ég baði ekki einu sinni þetta. En var nú mitt hlutskipti samt og ég er endanlega og ævinlega þakkláttur fyrir það og sama líklega gildir þig sem átt sama. Ef við fengum gjöf og til að gleðja þann sem gaf, þá notum við hana. Hann gaf okkur gjöf til þess að við nýttum hana, notuðum hana. Sama gildir líklega með gjöfina sem þú gafst, kærum vini. Það er nú ekki verra fyrir þig ef hann myndi vilja nota gjöfina eitthvað til einhverja hluta, sama hver gjöfin er. Ef það er vasi, þá myndi það nú ekki tryggja þig svakalega ef að þú sæir einhverja nokkra stikla, blómastikla ofan í þessum vasa. Svona getum við nýtt svo margt og til að gleðja gefandan, þá nýtum við það sem hann gaf. Ef hann gaf þér úr, segjum það er nú kannski ekki margir sem nota úr í dag, ég veit það reyndar ekki, en ok, það var mikið nota hérna í eina tíð vegna þess að klukkan var ekki út allt eins og er í dag. Hún var á handleggnum og þessi gjöf var nýtt, þú barst úrið og svo framvegis og svo framvegis. Þú bæði sást notagildi af því, svo vildur þú líka svona á baku þetta allt saman gleðja þar sem gaf, sem myndi þá sjá þig með þetta úr og það myndi öndvert gleði. Hann samir með Guð. Hann gaf mér trú, hann gaf mér allt til þess að ég myndi skilja trúna betur í dag en í gær og það gleður hann fúsleiki minn til þess að nýta og nota trúargjöfina mína. Og hann gleðst enn meira þegar hann sér að ég vil gera þetta bara svo lengi sem ég lifi og hefur rekt þetta starf til þessa. Við erum hér að tala saman orð Guðs. Þetta er allt með tilgangi og einn tilgangur með þessu öllu saman er að gleðja hjarta Guðs vegna þess að þetta gleður hjarta Guðs því orð sem hann hefur að segja eitthvað það er blessandi orð. Þetta er ekki einhver slúður frétt sem Drottinn er að segja. Heimurinn er ekkert endilega velta því fyrir sér hvort fréttir sé slúður frétt. Menn oft á tíðum eru á þeim stað með þessa ágætu fjölmiðla að þeir þurfa peninga í kassan og þeir eru búin að sjá það að með því að kasta út einhverju frétt sem er svolítið svona krassandi, að það er að selja. Það er að selja auglýsingar inn og svo framvegis og þess vegna eru þeir með þessar fréttir inn á milli þar sem að svona eru svolítið æpandi vegna þess að þeir þurfa að selja blað. En hvað er verið að segja í þessari fréttir? Við erum að tala það hér, slúður, óstaðfesta fréttir, það er nú mikið af slíkum fréttum í dag sem ekki eru unnar nógu vel, ekki sé tala það. En þetta er vegna þess að allt siðferði fer hrakandi. Menn eru ekki lengur svo uppteknir við að segja ígrundaðar fréttir, segjum það. Heldur kemur eitthvað inn á borði hjá þeim og þeir vilja nú kannski það nú til þetta menn sem að vilja vinna þetta eitthvað betur. En þetta fer inn á fleiri miðla heldur þennan eina miðil og þeir sjá að aðrir eru að birta þetta og þeir segja við verðum að birta þetta núna til að við missum ekki af lestinni og það er byrt. Þannig er komin af stað einhver hringrás þar sem að er alveg grúi
óstaðfestra frétta og ekki nógu vel unnar fréttir vegna þess að þær eru svo mikið óstaðfestar að þetta er orðið að stóru vandamál í dag. Og að valla að menn einu sinni leiðrétti það sem þeir eitt sinn sögðu en ég semst bara fréttin hættir og kemur engin leiðrétting á hvort hún hafi nú verið sönn eða reist á einhverju fúaspreki og sandi. Þetta er nú tíminn í dag sem við lifum á. Og þetta er allt saman vaðandi einmitt í þessu og einhverjum kvörtunum og sleggjudómum. Menn eru grátandi yfir öxlina hvor og öðrum og segjandi af sér einhverja svakalegar harmfara sögur. Og ég er ekki að segja það að menn megi það ekki, en stundum finnst manni nú vera nokkuð mikið þetta. Og maður spyr sér býtt við hvað á þessi satt? Hver er sannleikurinn á bak við hvert mál fyrir sig? Það kemur bara ekkert fram. Það er einhliða frásögn. Þessi staði þetta og menn halda sig bara þar. En hvað segir þá sá sem að á í hlut? Því að ef einhver gerir á hlut eins, þá er ljóst að það er önnur persóna einhvers staðar þar á bakvið, en hver hlutur hennar er raun og veru? Það kemur aldrei fram, eða sjaldnast fram. Og réttarkerfi, það er orðið fullt af svona málum sem eru bara í grunninn bara einhver er að hefna sín á einhverjum og allt er merkt hatri og heift. Það er nú mikið þannig líka, við getum ekkert neitað því. Sjáu þið ekki gæðin sem Guðsorð er? Sjáu þið ekki gæðin sem það er að geta flutt Guðsorð einmitt inn í svona kraðaki, svona umhverfi? Ég bið Drottin það að við sjáum þetta, sjáum muninn og viljum vera þeim megin línu bara til þess að fá einhverja fréttir, einhverjar umsagnir sem að hyrga svolítið hjartað. Við eigum það inni, við eigum það skilið að við fáum þessar fréttir sem að hyrga hjartað. Segja okkur sannleikann, byggja manneskjuna upp með réttum hætti og þá verðum við því miður að draga bara hring utan eitt Guðs orð. Því að það er þetta, það eitt er þetta. En Guðs orð er auðvitað það stórt að það togar sig yfir allt og allar kringumstæður og aðstæður mannsins og ekkert minna heldur það. Þannig við erum ekkert að tipla á einhverju einu þegar við erum að segja Guðs orð. Guðs orð er lífið sjálft og við vitum að lífið er fjölbreytt flóra. Það er bara, já, lífið og það er stórt, það er mikið, það er hátt, breitt og vítt. Og til þess að sinna þessu öllu, þá er Guðs orð það sem gildir. Það sinnir þessu öllu. Það er ekkert óstaðfest. Það eru engir sleggjudómar uppi. Heldur það sem er satt og er sannara. Það heyrist í Guðs orði. Viljum við heyra sannleikan? Við elskum sannleikan. Þannig er það. Allir elska sannleikan. Og líka þeir sem er að lesa þessi ágætu blöð, þeir vilja heyra sannleikan. En vegna þess að þetta er svo mikið kastað bara fram, einhver sagði eitthvað, svo er það byrt, vegna þess að við lifum á þeim tíma að það er svo svakalega mikill aðgangur að einhverju opnu blaðadóti og við getum alveg talað við veitum alveg hvernig Facebook er og þetta. Það bara sitja menn fullir og ófullir og henda fram einhverjum fréttum. Hvað er að bak við þessar fréttir? Svona obbið þessara frétta er alveg í lagi með, en þarna inn á milli kemur einhver reiðilestur, einhver sem er að kvarta og sumt af þess að þar byggist bara á hatri, heift, hefningirni og því öllu. Og þetta er allt saman þarna. Og af þessu eru okkar ágætu fjölmiðlar að smitast. Því þú þarft að vera með svakalega öflugt varnartæki
ef þú ætlar að ná að síja allt þetta kraðak frá því sem þú ert sjálfur að gera og vildir heldur gera. Og eins og voru líka að tala áðan, og þá eru menn líka að hugsa það að þeir þurfa að selja auglýsingar fyrir reksturinn sinn og svo framvegis og þeir sjá að ef þeir eru ekki með í þessum fréttalestri eða fréttaflutningi eins og hann í dag, þá verður þeir bara að missa af lestinni. Þannig að menn að toga svolítið hvorn í annan með þetta. En það alltaf jafn rangt, því að þú átt að segja það sem sannara reynist. Þetta eitthvað sem að trúin tekur endalaust á og staglast endalaust á, því að hún að bera fram það sem sannara og trúin með fólk eins og mig og þig sem kallað fólk til að segja þetta, tala lífið eins og það og nú vill trúin tala það hvernig menn að setja fram alls konar að lítt grunduðu máli, og þetta að valda svakalegum skaða. Ef að menn bara sæju það, þá myndu sumir svitna bara undan því, en menn sjá það ekki vegna þess að þeir eru samdauna þessu ástandi sem ekki endilega upptekið við það að leita sannana og staðfestinga. Þeir eru bara í þessu umhverfi vegna þess að þeir segja sjálfur að við verðum að vera með þessum straumi, en það auðvitað rangt. Það alltaf rangt að vera með sjálfan sig á röngum stað. Ég tala nú ekki það þegar maður veit og áttar sig á að staðurinn rangur sem maður starfar á. Rangur að því leyti til að hann hugsar ekki nógu grimmt það að segja það sem sannara reynist, segja þegar ykkur aðeins meiri vissa komin inn í þessa frétt og hinna. Þannig að þetta sé ekki bara einhverjar sagnir með ekkert á bakvið sig, en þannig dagurinn í dag svolítið. Hann ekki með mikið alltaf á bakvið sig, en segir nú samt alveg óskaplega mikið, sem allt annað mál. Hver raun og veru vill þetta? Ég þekki engan sem að vill þetta, en hann í þessu umhverfi vegna þess hann bara hann þar. Hvað hann hins vegar les og lætur yfir sig ganga allt annað mál, því að við auðvitað getum alveg hafnað þessu öllu saman. Og það líka gott fyrir hvern og einn að vera með upp þessar varnir sem segir og spyr þegar eitthvað kemur fram sem að orkar tvímælit, en hvar eru sannarleirnar fyrir því að svona sé þetta? Hvar staðfestingin? Við sjáum hann ekki alltaf. Hún kannski kemur seinna. En þá svo mikill skaði skeður. Þess vegna þurfum við stundum að bíða og leyfa málinu aðeins að þróast og vaxa, því að þetta skýrir sig allt með tímanum. En við höfum ekki biðlund, af því að við verðum alltaf að vera með öllum hinum. Við vitum aldrei hvenær þetta birtist, og stundum heiftinn í mannesku sem að vill koma þessu fram slík að hún linnir ekki látum fyrir en einhver staðar komið með þetta hjá sér. Mikið af þessu af heift, hefnigirni, hatri. Og það mikið svoleiðis í dag, sem eðlilegt. Guðleysið alltaf að vaxa. En þetta á ekki við okkur kristna fólkið. Ef allt rétt gert hjá okkur, ætti svona ástand að vera okkur næring til að stíga fram með trúnn okkar. En það? Ég veit ekkert það. Þegar ég náttúrulega bara og ég ekki út allt. En ég trúi því nú samt að kristið fólk vilji að stíga fram til að segja fyrst og fremst bara orð Guðs. Því orð Guðs lífið og það verður áfram lífið. Það engin spurning það og getur ekkert orðið neitt annað en lífið sjálft.
En að því að menn eru svo fráhverfir Guði að þá gerist bara það sem gerist. En það tekur enga ábyrgð á okkur sem eigum til trú. Við skulum þá stíga fram eldir með sannleikan sem talar sannleikan og leyfum síðan bara sannleikunum að vinna. Hann segir við einhverja, hei, staðfestu þessa frétt sem þú varst að segja. Ekki birta hana fyrir þú hefur eitthvað í höndunum sem segir hvað er að vera og hvað í raun og veru gerðist. Það kallar eftir vinnu, það kallar eftir, skoðunum og eftirgrennslan og viti menn, ef að menn gera þetta og kemur önnur mynd á, það er alltaf að segja fréttina, það er ekki málið, en þegar hún kemur, þá séu svona að mestuleyti rétt. Þetta gerðist, svona var þetta og þegar við verum komnir á þennan stað með þetta, þá getur ég og þú, hinn almenni maður, farið að draga einhverja ályktanir sem byggja á einhverju. Öðru en reiði og slúðri og ákærum og upphrópunum. En það er einmitt háttalag hatursins og hefndar gindarinnar að vaða fram með þessum hætti. Og það er mikið af þess í dag. Sleggjudómum með ekkert á bakvið sig. Og það er versta við það að mikið af þessum fréttum byggja á þessum grunni. Þetta er ekki góðu grunnur. Þetta er sandurinn sem að Drottinn talar að einhver hafi byggt hús sitt á, svo kom flaumur og óveður og það bara skolaðist allt burt vegna þess að sandurinn bara fór á stað. Og það var ekkert eftir. Maður hins vegar sem að byggir sitt á traustum heimildum, hvernig ætlar að hagga því? Hvað getur hringt í koll? Traustar heimildir er bara annað orð yfir sannleikan. Og það hrindir engin sannleikanum koll. Þetta er það sem við viljum fá tilbaka. Við erum með þetta. Við getum það. Við erum menn. Við erum hyggnir menn, við erum viskunnar menn. Förum út í þessa sálma. Við verðum að tala svona, þetta kristna fólk, sem að státum að því að eiga lifandi Guð yfir okkur. Hann segir okkur sannleika. Segjum sannleika. Og þegar við erum sannleikas fólk er ljóst að við getum ekkert verið með í þessu, hinu. Við getum ekki verið með í að segja sleggjudóma, óstaðfesta fréttir og hleypa öll í bál og brand af einhverju sem aldrei hefur verið staðfest. Ekki svo að skilja að það hefur ekki gerst, en bíddu með það þangað til staðfestingin er komin og þú veist meira. Þá skaltu segja fréttina. Það er alltaf að segja fréttir. Þú getur sagt alla fréttir þú vilt það. En hafðu þær rétta. Hafðu þær byggðar á einhverju sem að stenst. Þess vegna þarf að bíða. En að bíða í dag er ekki inn í myndinni. Vegna kraðaksins, vegna fjöldans, vegna upplýsinga streymisins sem bara flæðin eins og stórt fljótorðið. Þannig er það. Og allir að segja það sem þeir vilja, þegar þeir vilja. Eins og við vorum að tala áðan, fullir og ófullir. Það er engin bremsa á neinu, það er engin stjórn á neinu, það er engin eða fæstir sem stýra sínu efni, en þeir eru samt til. Og það er að hvetja til þess að ég og þú og við séum okkar eigin ritstjórar. Og hvað gerir ritstjóri? Hann hefur ákveðna stýringu á því sem hann er að gera. Og sé einhver smávegis sómatilfinning í hjartanu sem ég veit að er hjá fólki, ræktum þetta, fáum þetta upp. Og þá förum við líka að birta einhvað sem er það sem er. Ekki einhvað sem einhver sagði og hljóp svo í burtu. Kannski hlæjandi. Við viljum ekkert svoleiðis.
En þetta er heimurinn fullur af í dag. Af því hann apar upp hver eftir öðrum. Og eins og voru líka að tala áðan, þá er staðan þannig að þeir eru svo háðir peningum og sumir af þessum ágætum miðlum eru í kröppum kjörum, oft í kröppum dansi líka og þeir þurfa að birta til þess að auglýsandinn auglýsi hjá þeim og það kostar peninga að auglýsa. Meiri auglýsingar merkir meira innstreymi fjármagns inn á miðilinn og þeir eru að sjá þetta allt í kringu sig að það er búið að birta þetta allt, þannig að við gerum það bara líka. Hvað á að stoppa þetta? Ég veit ekkert það. En ég trúi þínu samt og á einu staðum muni þetta verða stoppað með einhverjum hætti. Það er algjör ósvinna að taka bara hvern sem er af lífi með einhverjum órökstuddum sögum. Er ekki mikið af því í dag? Það er bara allt og mikið af því. Allt vegna þess að það sem sagt var aldrei staðfest. Það sem sagt fékk ekki eðlilega rannsókn. Og maður og manneskjur voru teknar af lífi með svona óbeinum hætti þó. Setta til hliðar. Og við veitum alveg hvernig fólk er. Það þarf ekki mikið til þess að einhver snúi baki í annan. Tala ekki við hann. Það er svo sem allt í lagi. Og menn eru auðvitað misjafnir þarna eins og aðrir. Sumir náttúrulega falla saman og skilja ekkit af hverju. Aðrir eru svona með seigfljótandi efni í sér. Og svo náttúrulega kemur að því að mönnum er orðið slett sama. Leifum bara mönnum að segja það sem þið vilja. Og það er auðvitað best. Því að þú sjálfur veist hvað þú hefur gert, er það ekki annars? Veit það eitthvað betur en þú? Ef einhver annar er að segja eitthvað annað, þá er það bara hans mál. Það er hans bara viðfang. Kemur þér ekkit við. Þú heldur bara áfram að gera það sem er rétt satt og stoppar bara þar. Það er líka til svona fólk. Nei, vinir, við skulum ýta hinu frá okkur. Við skulum segja það sem við vitum, það sem hefur verið staðfest. Við skulum ekki birta það sem að einhver sagði þér, kannski fullur af heift og hatri eins og vorum að tala um. Þetta er til, mundu það, þetta er til. Þetta eru ekki sögur út í lofti og það veistu. Allt saman er þetta ágætis fólk, það er ekki málið. Fólk sem hefur sopið marga fjöruna, það er ekki málið. En það breytir ekki því að stundum mættu fólk fara aðeins hægar. En þarna er verið að peppa fólku upp í þvælu. Alls konar svokallaðar stuðningsyfirlýsingar koma eins og árfarvegur sem segja við þau komdu, haltu þessu áfram, meira, áttu að finna fyrir þessi kvikindi, fyrir þessu. En hvað er sannleikurinn? Það er enginn að velta honum fyrir sér. Hefnd og hatur heitir þetta. Og við viljum ekki vera þar því að hefnd og hatur etur okkur upp innan. Það er nú ávöxtur og birtingamyndin af því öllu saman. Hefnd og hatur gefur þér ekki marga glaða daga. Því að þetta er eyðileggjandi afl. Og Drottinn segir, losaði þig við þetta. Af hverju segir hann þetta? Af því hann er hér til þess að segja þér sannleika.
Sannleikurinn, segir Drottinn, og orð Guðs, gerir yður frjálsa. Þeir sem hafa áttað sig á þessu taka heilshugar undir að svo sé. Og ekki bara að þeir taki heilshugar undir að svo sé, heldur fara þeir sjálfir og sjálfar að elska þennan sannleika. Og þetta er góð uppbygging, því að í þessari stöðu ferð þú að sjá allar þessar óstaðfestu fréttir, svokölluðu, sem blasa við, en eru óstaðfestar. Með öðrum orðum, það á eftir að vinna þær betur. Og að haldi menn áfram með fréttina, þá fara ýmis mál að skýrast, en þeir eru búnir að birta hana áður en sum mál fara að skýrast betur og sitja uppi með verkið sem eru þessar óstaðfestu fréttir. Og hvernig ætla þeir að laga það? Þeir geta það ekki, það er búið að birta, minn elskaði vinur. Þannig að næst skaltu aðeins setjast á þetta, fá meira til þín og sjá svo til hvort ástæða sé til að gera eitthvað. En endilega segðu fréttir, en gættu þín á að hafa hana rétta. Með eitthvað grunn undir sér sem að menn geta sagt, svona er þetta, svona var þetta. Þetta er fréttamennska sem að, svo sem ég trú að fréttamenn vilji vinna með út frá, en gera það ekki alltaf vegna þess að þeir eru í þannig umhverfi sem getur ekki beðið. Og þeir eru með fréttina, vilja vinna hann aðeins betur, en láta hann að fara til að fá að vera með. Til að auglýsingastreymið hætti ekki til þeirra og einhverjir aðri fái þetta. Þetta er samkeppni og samkeppni er góð, en er komin með ögu formerki þarna. Og hvað breytir þessu? Sannleikurinn. Við þetta kristna fólk þurfum að segja sannleika. Við þurfum að stíga fram og segja sannleika. Það er okkar hlutverk. Við erum gæslumenn að okkar leyti. Gæslumenn sem að tryggi fólki sannleika. Og sannleikurum bara fer út allt. Og hann hreyfir við einum og öðrum, af því að hann er sannleikur. Og menn deila ekki við sannleikan, þeir heyra hann þegar hann kemur. Og segja, þetta er rétt, en hvað þeir gera síðan er allt annað mál. Eins og vorum að tala þá eru þeir í þessu umhverfi. En allt umhverfi má breyta. Umhverfið er auðvitað þetta, en það sem gerist í þessu umhverfi getur alveg tekið breytingum. Og hefur oft tekið breytingum. Og breytingin þarna gæti orðið svo, og ég vil nú trúa því að það gerist, að menn staldri við, vinni málið aðeins betur og birti svo. Við getum ekki látið heiftina og hatrið ráða för, en það er einmitt það sem er að vaða uppi núna. Kvartanir sprottið af heift og hatri. Og svo er hringt. Í þessu ástandi. Og menn alveg sperra eyrun, sem finnst fréttin merkileg. Enginn er að segja, hún sé það ekki. Komdu með sannleiknar. Komdu með staðfestinguna. Með öðrum orðum, sannaðu þitt mál. Ég þarf að sanna mitt mál. Ger ég það? Ég reyni það nú, já. Fyrir þetta það er ég nú ekki mikið ákæra fólk. Það er nú verið minn siður og það eru margir þar. En hinir sem ekki þar, komið sér þangað. Hinir
sem eru á þeim stað að stökkvi síman, heift og hatur er í för, eru kannski ekki svo margir. En vegna ástandsins, vegna aðstæðna, getur þetta orðið rosalega fyrirferða mikið, sem er allt annað mál. Hvað er fyrirferða mikið er síbreytilegur, já. Við þetta kristna fólk, við erum fyrirferða mikil. Erum við fyrirferða mikil? Já, ég held að við séum nú nokkuð fyrirferða mikil. Því að það er tekið nokkuð eftir því sem við erum að tala. Og það eitt og sér gerir okkur svo litið fyrirferða mikil. En við verðum átt okkur á því, á bakvið það er lifandi Guð. Hann er stór, hann er víður, hár og djúpur. Við störfum í sannleika, að því tileirum sannleikanum, hann er lifandi Guð. Þetta er það sem við viljum láta frá okkur fara, menn ekki þessa óstaðfestu fréttir. Það eru bara hégómi, héggilja, og fyrir utan það að vera háskalegur málflutningur, sem bætir ekkert, þetta bætir gráu ofan í svart, ef einhvað er. En við viljum svifta þessu burtu, við viljum tosa upp sannleikan, og þá skaltu flytja Guðs orð. Það talar inn í allar kringumstæður manna og fólks. Sannleikurinn er fyrir fólk og hann tekur á öllu í andartaki, því hann lifir andartaki líka. Trú er ekki einhver steingervingur, einhver stað sem ekkert veit. Trúin er lífið sjálft. Og Drottinn segir sjálfur, þér eruð í heiminum eins og hann er. Við erum að tala heim eins og er í dag. Birtir og mikið af þessu er óstaðfest. Ákærir og mikið af því sem ákærum eru óstaðfestar, en samt farið af stað með þar. Og maður er tekið til hliðar og jafnvel innan gæsalappa af lífi. Og allir segja, heyr, þegar vinurinn hangir. Já, óbeint reyndar. Heyr. Þetta er dagurinn í dag. Þetta er dagurinn í dag sem hefur mistað lestinni vegna þess að Guðsvitundin er sífellt minni. Og það sem Guðsvitundin minnkar, þar dalar allt siðferði. Og það er einmitt það sem við erum að horfa á. Í döluðu siðferði leyfa menn sér að birta óstaðfestar fréttir, jafnvel einstaklinga, sem fyrir vikið lendir út fyrir. Og menn segja, heyr, ilska. Af hatri sem er í hjarta manns. Þetta er allt til staðar, en ekki það sem við viljum. Og sjáum menn þetta hjá sér, gera þær í því að koma sér frá þessu. En hatrið er slíkt að það er blinda mannin. Hann sér ekki hvar hann er staddur í raun og veru. Það er háskinn við þetta. Einnig þar kemur orðið til kastana, til úrskurðar, bendi manninum á. Og sumir sjá þetta og bara vá maður, hvar er ég staddur? En það er það sem að gefur tilbaka þakklætið. Þess að það skulum við segja sannleikan. Kristinn maður sem vill ekki segja frá Jesú, á hvaða vegi er hann? Hann er kannski bara gunga. En Drottinn gaf okkur ekki anda hugleysis. Hann segir það sjálfur. Segðu það sem hann vill segja. Þegar hann vill segja það, skaltu opna munnin.
Og til þess að tryggja þig þarna, þá ertu með honum eilhella stund í dag. Gefur honum tíma, tækifæri til að byggja þig upp, styrkja þig. Og þú ert reiðubúinn til þess að fara og segja það sem hann vill segja, þegar hann vill tala. Þegar reynslan hefur sagt að það sem þú segir er að virka. Er að virka í rétt átt. Framvegis geldur þú varhug við sumum fréttum sem þú lest. Það er að segja að þú nennir að lesa þar. Það er alveg hægt að sleppa þeim öllum. Við ráðum þessu sjálf. En sértu á þeim stað enn að þú nennir að lesa þetta, þá skaltu framvegis spyrja þig, en býtu við, þetta er óstaðfest. Ég get ekki lagt neitt trúna á þetta. Ég verð að vita meira áður en ég vil eitthvað segja þetta, tala nú ekki um það. Þetta er rétt viðhorf. Og þessi viðhorf ættu að vera í ranni útgefanda. Já, þetta eru tímarnir, kæru vini, sem við lifum á. Og þetta fer vaxandi. En við segjum, látum þá Guðs orðið vaxa á móti. Og þar ræð ég nokkur sjálfur í hvaða farvegi það er. Látum þá Guðs orðið vaxa til mótvægis við þetta. Því að sannleikurinn ryður fjölda ósanninda koll. Sannleikurinn vekur menn til vitundar hvað rétt sé. Viltu það? Ég veit að þú vilt það, en hvað ertu? Kannski er hjartað þitt fullt af hatri og heift. Fullt af órökstuddum ásökunum. Fullt af fréttum sem aldrei hafa verið staðfestar. Ekki vera þar. Ég segi, í Jesú nafni, komdu þér þaðan burtu. Áður en að þetta drepur þig hreinlega. Þannig að við höfum verk að vinna. Við getum breytt lífi okkar og sannleikurinn breytir lífi okkar. Hann segir, staðfestu það sem þú ert að segja. Þegar við komum á þennan stað, hygg ég að margir dragi sig tilbaka. Þeir get ekki hvort þið staðfestu þetta neitt frekar. Og ég segi, maður er að meiru sem dregur sig tilbaka frá þessum stað. Það þarf hugrekki í það. Það þarf ekki svo mikið hugrekki með að kasta þessu fram. Það þarf hugrekki að sjá þetta og draga sig frá því. Vertu þessi hugrekka manneskja. Það er það sem Drottinn vill tala við í dag. Hann vill gefa okkur hugrekki til að engum segja sannleikan, og ég lofa þér því að sannleikurinn er ekki með eitthvað sem er óstaðfest. Heimurinn er fullur af þessu í dag, af óstaðfestu. En hann hefur skilið sig við lifandi Guð og stendur nú uppi með það að vera með fullt af óstaðfestum sögnum. Ekki gott, og það vitum við. En munum, við sem eigum trú, eigum líka fullan og óheftan aðgang að sannleikanum. Hvað er sannleikur? Sagði Pílatus. Orð Guðs er sannleikur og við vitum það. Við þurfum ekki að spyrja eins og Pílatus, hvað er sannleikur? Orð Guðs er það. Og að því við elskum Jesú, þá elskum við að flytja orðið hans. Ekki til þess að
benda á neitt, heldur til þess að menn vakni. Og einhverju kannski dragi sig frá þeim stað, það sem allt sem sagt var meir og minna óstaðfestar fréttir. Og ég veit að enginn vill vera þar, en veit líka að margir hafa dregið sig þangað. Rótin að því er heift og hatur í grunninn. Og þetta allt saman má losna við. Öflugasta aflið þar er sannleikurinn í manns eyru. Og það viljum við fá. Þess vegna erum við menn og konur sannleikans. Og að því að við erum menn og konur sannleikans, elskum við orð Guðs. Sem er þetta allt, sem byggir upp lífið með réttum hætti, þannig að skín af lífinu. Og lífið hefur engar óstaðfestar fréttir að flytja. Þarna viljum við vera. Og þarna getum við verið. Og þarna ættum við að vilja vera. En hver taki ákvörðun það? Ég vil fylgja sannleikanum. Og ég vil ekki vera með í þeim hópi sem ásakar án neinna staðfestinga hvað skeiði. Það vil ég ekki. En þú tekur auðvitað ákvörðun fyrir þig. En þetta er það sem ég vil ekki. Og ég kalla Drottinn mér til vitnis að þar er ég heldur ekki. Vertu með mér þar og Drottinn býður þér að koma og vera á þessum stað. Og næst þegar kemur frétt úr þínum munni verður hún staðfest. Sönnuð og þar fram eftir götunum. Og þú segir, stoltur og stolt, þetta er miklu betra. Við þurfum Jesú, kæru vinir. Við þurfum að heyra í honum. Og hann er að tala. Hann þegir ekki. En stundum vantar hann fólk sem talar, hann getur talað í gegnum. Vertu þessi manneskja. Ekki vera gunga. Vertu þessi manneskja og Drottinn stendur með þér. Og allt illskunnar afl flýr. Það vill ekki heyra þetta, það vill ekki sjá þetta, en hefur ekkert annað ráð nema að flýja. Það kann að flýja. Það er búið að vera flótta frá því að Drottinn útilokaði þennan engil sem heitir Satan. Hann var á himnum. Biblían segir það. En svo komst upp eitthvað myrkraverk sem var í hjarta hans og hann var útilokaður. Og það var endanlegt svar til hans. Hér er hann, en hann er útilokaður frá ríki Guðs. Hann sér vegginn og hann fer ekki yfir vegginn. En eftir stend ég með Guðsorðið og sjálfa mig veiklundaðan sem berst við alls konar. En lifi í Jesú nafni og í þeim styrk segi ég sannleikan. Og það er líka það sem hann vill að þú gerir. Segðu sannleikan. Því að sannleikurinn gerir þig frjálsan. Og sá sem lifir í sannleikanum ljáir ekki máls og öðru en það sem að segir sé staðfest. Og hver staðfestir þetta? Aðrir trúaðir menn gera það. Og það er breiðari hópur en margur hyggur. Þannig að það sem sagt byggir á gömlu merg sem heitir sannleikur. Við þurfum að heyra þetta, kæru vinir. Við þurfum að trúa ég líka að þetta sé byrjunin á því að sumt fari í betra lag. Við verðum
að segja sannleikan. Við verðum að tala inn í mál þegar að á þarf að halda og þegar að Drottinn segi nú er réttur tími. Líka við þurfum að bíða. Þegar nú er réttur tími kemur og þá skulum við fara á stað. Hvað segir þetta mér? Ég þarf að vaka til að vita þetta. Aftur komum við orðinu vakið. Þeir viti ekki tíman í stundina. En við vökum. Svo vöknum við upp. Hei, það er komið að þessu. Ég ætla að vera með. Og hér erum við. Með. Og sannleikurinn umvefur okkur. Í Jesú nafni. Segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.